þingsetningarfundi fram haldið á Alþingi. Ég vil vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að þennan síðasta hluta þingsetningarfunda, þessa langa þingsetningarfunda, ber upp á fullveldisdaginn. Þann dag árið 1918 tóku sambandslögin gildi og Ísland skipaði sér í sveit sjálfstæðra og fullvalda ríkja. Það því við hæfi að hefðbundin þingstörf hefjist nú af krafti eftir langa bið. Þingmenn og þingmeirihlutar, þeir koma og fara, en Alþingi stendur áfram sem kjölfesta lýðræðisins og það á ábyrgð okkar allra. Ég vil óska þingmönnum og landsmönnum öllum til hamingju með daginn. Nú fer fram kosning forseta Alþingis. Samkvæmt 1. málsgrein 3. greinar þingskapa eru þeir einir í kjöri sem eru tilnefndir. Mér hefur borist ein tilnefning 9. þingmann Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgi Ármannsson. Eru aðrar tilnefningar? Aðrar tilnefningar hafa ekki borist. Birgir Ármannsson því einn í kjöri. Þar sem það aðeins einn í kjöri, þá það ætlun forseta að láta kosninguna fara fram með atkvæðagreiðslukerfinu. Ef ekki eru athugasemdir við þennan hátt á kosningunni, þá fer atkvæðagreiðslan fram með þessum hætti. Kerfið þannig stillt að jafna má við leynilega kosningu. Töflurnar á veggjum munu aðeins sýna hverjir hafa neytt atkvæðisréttar síns en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði og sama gildir geymslu minni tölvunnar sjálfrar. Þeir sem kjósa Birgi Ármannsson, þeir ýti á já-hnappinn, en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur greiðir ekki atkvæði. Gult ljós kviknar við miðhnappinn þegar atkvæði hefur verið greitt óháð því hvernig það hefur verið greitt. Sama á hvorn hnappinn ýtt og eins kviknar aðeins gult ljós hér á veggtöflunum okkar í þingsal. Hefst nú kosningin. Hafa allir greitt atkvæði? Allir greitt atkvæði. Kosningunni lokið. Birgir Ármannsson hefur fengið 48 atkvæði þingmanna, 11 þingmenn, háttvirtir þingmenn sitja hjá, 4 eru fjarverandi. Samkvæmt þessu Birgir Ármannsson rétt kjörinn forseti Alþingis. Ég vil sérstaklega óska honum heilla og velfarnaðar í hans störfum og bið hann að ganga til forsetastóls og taka sæti við stjórn fundarins. Ég þakka hæstv. starfsaldursforseta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur árnaðaróskir í minn garð og alþingismönnum það traust sem þeir sýna mér með því að kjósa mig forseta Alþingis. Ég mun leggja mig allan fram í störfum mínum við að standa undir því trausti og vinna að því sem best í samstarfi við aðra alþingismenn að sinna þeim störfum sem þjóðin hefur falið okkur. Jafnframt þá vænti ég góðs samstarfs við hið ágæta starfsfólk Alþingis. Rúmar 9 vikur eru nú liðnar frá kosningum og þær óvenjulegu aðstæður eru uppi að þingsetningarfundur hefur staðið núna í rúma viku en slíkar kringumstæður hafa ekki verið uppi síðan miðja síðustu öld. Ærin störf bíða okkar þingmanna, mál sem þarf að ljúka fyrir árslok. Þar ber auðvitað hæst fjárlagafrumvarp og tengd mál.
Ég vonast eftir nánu og góðu samstarfi við formenn þingflokka og formenn stjórnmálaflokkana skipulag þingstarfanna á þeim skamma tíma sem eftir lifir af haustþinginu. Að lyktum þá tek ég undir þau orð starfsaldursforseta að óska þingheimi og þjóð til hamingju með fullveldisdaginn og býð alla alþingismenn velkomna til starfa á 152. löggjafarþingi. Og sérstaklega vil ég óska þeim alþingismönnum sem taka nú sæti á Alþingi í fyrsta sinn heilla í þeirra störfum og bið þeim velfarnaðar. Ég óska einnig þeim sem valist hafa til að gegna ráðherraembættum allra heilla og vona að samstarf ríkisstjórnar og Alþingis verði farsælt. Hefst nú kosning 6 varaforseta. Mér hefur borist einn listi sem á eru nöfnin: Númer 1, Oddný G. Harðardóttir. Númer 2, Líneik Anna Sævarsdóttir. 3, Inga Sæland. 4, Diljá Mist Einarsdóttir. 5, Björn Leví Gunnarsson. Og 6, Jódís Skúladóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég þau rétt kjörin. Fyrsta varaforseta Oddnýju G. Harðardóttur, annan varaforseta Líneik Önnu Sævarsdóttur, þriðja varaforseta Ingu Sæland, fjórða varaforseta Diljá Mist Einarsdóttur, fimmta varaforseta Björn Leví Gunnarsson, sjötta varaforseta Jódísi Skúladóttur. Samkvæmt samkomulagi þingflokka verða þau Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Bergþór Ólason áheyrnarfulltrúar sinna flokka í forsætisnefnd. Ég óska varaforsetum til hamingju með kjörið og velfarnaðar í starfi. Ég vænti þess að eiga góða samvinnu við varaforsetana og áheyrnarfulltrúana fundastörfin og önnur verkefni forsætisnefndar. Fyrsti fundur forsætisnefndar verður í fyrramálið klukkan 10:30 en það verður sent sérstakt fundarboð síðar í dag. Eftirfarandi tilkynningar hafa borist stjórnir þingflokka. Þingflokkur Flokks fólksins, Guðmundur Ingi Kristinsson formaður og Ásthildur Lóa Þórsdóttir varaformaður. Þingflokkur Framsóknarflokksins, Ingibjörg Ólöf Íseksen formaður, Halla Signý Kristjánsdóttir varaformaður og Jóhann Friðrik Friðriksson ritari. Þingflokkur Miðflokksins, Bergþór Ólason formaður. Þingflokkur Pírata, Halldóra Mogensen formaður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir varaformaður og Gísli Rafn Ólafsson ritari. Þingflokkur Samfylkingarinnar, Helga Vala Helgadóttir formaður, Þórunn Sveinbjarnardóttir varaformaður og Kristrún Frostadóttir ritari. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins, Óli Björn Kárason formaður, Vilhjálmur Árnason varaformaður og Bryndís Haraldsdóttir ritari. Þingflokkur Viðreisnar, Hanna Katrín Friðriksson formaður og Sigmar Guðmundsson varaformaður. Þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, Orri Páll Jóhannsson formaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir varaformaður og Bjarni Jónsson ritari. Forseta hefur borist tillaga frá formönnum þingflokka samanber 14. grein þingskapa skipun nefnda samkvæmt samkomulagi sem þeir hafa gert með sér, svo tillaga frá formönnum þingflokka stjórnarflokka samkvæmt þessu samkomulagi skipun embættismanna nefnda. Tillögurnar eru svohljóðandi. Í allsherjar- og menntamálanefnd aðalmenn Bryndís Haraldsdóttir formaður, Jakob Frímann Magnússon fyrsti varaformaður, Jóhann Friðrik Friðriksson annar varaformaður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Jódís Skúladóttir, Logi Einarsson, Bergþór Ólason. Og varamenn Haraldur Benediktsson, Halldóra Mogensen, Líneik Anna Sævarsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Oddný G. Harðardóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðmundur Ingi Kristinsson. Í atvinnuveganefnd Stefán Vagn Stefánsson formaður, Gísli Rafn Ólafsson fyrsti varaformaður, Hildur Sverrisdóttir annar varaformaður,
Hanna Katrín Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Tómas A. Tómasson. Og varamenn: Halla Signý Kristjánsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Vilhjálmur Árnason, Birgir Þórarinsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Bjarni Jónsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland. Í efnahags- og viðskiptanefnd: aðalmenn Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, Ágúst Bjarni Garðarsson 1. varaformaður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir 2. varaformaður, Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Páll Jóhannsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Og varamenn: Óli Björn Kárason, Jóhann Friðrik Friðriksson, Halldóra Mogensen, Bryndís Haraldsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Jódís Skúladóttir, Sigmar Guðmundsson, Kristrún Frostadóttir og Eyjólfur Ármannsson. Í fjárlaganefnd: Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir formaður, Haraldur Benediktsson 1. varaformaður, Inga Sæland 2. varaformaður, Vilhjálmur Árnason, Bryndís Haraldsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Kristrún Frostadóttir, Björn Leví Gunnarsson. Og varamenn: Orri Páll Jóhannsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Ásmundur Friðriksson, Ágúst Bjarni Garðarsson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Andrés Ingi Jónsson. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd: aðalmenn Þórunn Sveinbjarnardóttir formaður, Steinunn Þóra Árnadóttir varaformaður, Sigmar Guðmundsson 2. varaformaður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Varamenn: Jódís Skúladóttir, Helga Vala Helgadóttir, Óli Björn Kárason, Haraldur Benediktsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Andrés Ingi Jónsson og Tómas A. Tómasson. Umhverfis- og samgöngunefnd: Vilhjálmur Árnason formaður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir varaformaður, Bjarni Jónsson 2. varaformaður, Andrés Ingi Jónsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Þórarinn Ingi Pétursson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Orri Páll Jóhannsson og Helga Vala Helgadóttir. Og varamenn: Björn Leví Gunnarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Jódís Skúladóttir, Hildur Sverrisdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Og í utanríkismálanefnd: Bjarni Jónsson formaður, Njáll Trausti Friðbertsson varaformaður, Logi Einarsson 2. varaformaður, Eyjólfur Ármannsson, Birgir Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Og varamenn: Steinunn Þóra Árnadóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Hildur Sverrisdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Jóhann Páll Jóhannsson, Bergþór Ólason og Jakob Frímann Magnússon. Og í velferðarnefnd: Líneik Anna Sævarsdóttir formaður, Oddný G. Harðardóttir varaformaður, Ásmundur Friðriksson 2. varaformaður, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Óli Björn Kárason, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halldóra Mogensen, Jódís Skúladóttir. Og varamenn: Halla Signý Kristjánsdóttir, Inga Sæland, Vilhjálmur Árnason, Birgir Þórarinsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Orri Páll Jóhannsson, Helga Vala Helgadóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Í alþjóðanefndir eru tilnefningar með þessum hætti: aðalmenn í Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins: Hildur Sverrisdóttir formaður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Jóhann Friðrik Friðriksson. Og varamenn: Óli Björn Kárason, Þórarinn Ingi Pétursson og Bergþór Ólason. Í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins: Bjarni Jónsson formaður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Birgir Þórarinsson. Og varamenn: Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Björn Leví Gunnarsson og Jódís Skúladóttir. Í Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES: Ingibjörg Ólöf Ísaksen formaður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
og varamenn Stefán Vagn Stefánsson, Gísli Rafn Ólafsson, Birgir Þórarinsson, Jódís Skúladóttir, Sigmar Guðmundsson. Í Íslandsdeild NATO-þingsins Njáll Trausti Friðbertsson formaður, Andrés Ingi Jónsson og Stefán Vagn Stefánsson og varamenn Haraldur Benediktsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Í Íslandsdeild Norðurlandaráðs Bryndís Haraldsdóttir formaður, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásmundur Friðriksson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Hanna Katrín Friðriksson og Oddný G. Harðardóttir. Og varamenn Vilhjálmur Árnason, Eyjólfur Ármannsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Steinunn Þóra Árnadóttir formaður, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Þórarinn Ingi Pétursson, Kristrún Frostadóttir. Í Íslandsdeild varamenn Orri Páll Jóhannsson, Jakob Frímann Magnússon, Hildur Sverrisdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Logi Einarsson. Í Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar Norðurskautsmál Líneik Anna Sævarsdóttir formaður, Eyjólfur Ármannsson og Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Varamenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir og Óli Björn Kárason. Og í Íslandsdeild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu aðalmenn Bryndís Haraldsdóttir formaður, Helga Vala Helgadóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og varamenn Birgir Þórarinsson, Jóhann Páll Jóhannsson og Ágúst Bjarni Garðarsson. Forseti lítur svo á að ef ekki er hreyft andmælum að tillögurnar séu samþykktar án atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt. Forseti vill þá geta þess að alþingismenn skulu undirrita yfirlýsingu að þeir hafi kynnt sér siðareglur fyrir alþingismenn samþykktar með þingsályktun 16. mars 2016. Á borðum þingmanna liggur þingsályktunin siðareglur og yfirlýsing til að staðfesta hana. Þegar hv. þingmenn hafa kynnt sér reglurnar eru þeir beðnir að afhenda undirritaða yfirlýsingu og þingfundaskrifstofu þess efnis að þeir hafi kynnt sér og undirritað siðareglurnar. Stefnuræða forsætisráðherra og umræður hana samkvæmt 62. grein þingskapa verða í kvöld og hefjast klukkan 7:30 síðdegis. Samkomulag fyrirkomulag umræðunnar, umferðir verða 3, 6 mínútur, 5 mínútur og 4 mínútur sem kom í hlut hvers flokks, en forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu. Útbýtt var utan þingfundar í gær, þriðjudaginn 30. október, þingskjali 1, fjárlögum 2022 stjórnarfrumvarpum, og í öðru lagi þingskjali nr. 2, fjármálastefna 2022–2026 stjórnartillaga. Í þriðja lagi þingskjali nr. 3, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022 stjórnarfrumvarp, og í fjórða lagi þingskjali nr. 4, skattar og gjöld stjórnarfrumvarp. Nú verður tekið fyrir 5. dagskrármálið og hluta sæti þingmanna. Sætahlutun verður með aðeins breyttu sniði í ljósi aðstæðna og fer þannig fram að forseti dregur nú sæti fyrir hönd þingmanna, jafnt formanna þingflokka og stjórnmálaflokka sem og annarra þingmanna sem ekki eru ráðherrar. Forseti biður þingmenn að halda kyrru fyrir í sætum sínum en færa sig ekki ný sæti fyrr en við stefnuræðu forsætisráðherra í kvöld. Leita þarf afbrigða frá 4. málsgrein 3. greinar þingskapa þannig að hluta megi sæti formanna þingflokka og formanna stjórnmálaflokka sérstaklega og að þau dragi innbyrðis sæti í þingsalnum. Skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er samkomulag það að Steinunn Þóra Árnadóttir hljóti sæti nr. 57 og Inga Sæland hljóti sæti nr. 5 sem henta þeim sérstaklega. Hefst nú að hluta til sæti þingmanna.
Fyrst verður hlutað sæti formanna stjórnmálaflokka sem ekki eru ráðherrar og hafa ekki þegar hlotið sæti. Það þá Logi Einarsson sem hlýtur sæti númer 29. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hlýtur sæti númer 10. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hlýtur sæti númer 18. Og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hlýtur sæti númer 27. Er það ekki rétt? 27. Þá verður hlutað sæti formanna þingflokka. Bergþór Ólason hlýtur sæti númer 51. Guðmundur Ingi Kristinsson hlýtur sæti númer 40, er það ekki? Það sæti 40. Halldóra Mogensen hlýtur sæti númer 54. Hanna Katrín Friðriksson hlýtur sæti númer 25. Helga Vala Helgadóttir hlýtur sæti númer 36. Ingibjörg Ólöf Ísaksen hlýtur sæti númer 22. Orri Páll Jóhannsson hlýtur sæti númer 14. Og Óli Björn Kárason hlýtur sæti númer 20. Stemmir þetta ekki allt saman? Við erum ekki með rétta kassa. Já, hv. þingmenn eru beðnir velvirðingar á því að í þessu flókna hlutaveltu fyrirkomulagi þá hafa forseta orðið á þau mistök að draga kúlur úr röngum kassa, þannig að það stendur sem áður lá fyrir með formenn stjórnmálaflokka, en nú þarf að draga að nýju sæti formanna þingflokka. Það var eitthvað í þessu sem ekki passaði, en við höldum formönnum stjórnmálaflokka í þau sætum sem þeir drógu hér fyrr, en nú verður hlutað til sæti formanna þingflokka og Bergþór Ólason hlýtur sæti númer 7. Guðmundur Ingi Kristinsson hlýtur sæti númer 8. Halldóra Mogensen hlýtur sæti númer 13. Hanna Katrín Friðriksson hlýtur sæti númer 24. Helga Vala Helgadóttir hlýtur sæti númer 2. Ingibjörg Ólöf Ísaksen hlýtur sæti númer 45. Orri Páll Jóhannsson hlýtur sæti númer 44 og Óli Björn Kárason hlýtur sæti númer 21. Þetta stemmdi betur. Og hefst þá forseti handa við að hluta til sæti annarra þingmanna og verður fylgt stafrófsröð í þeim efnum, og fyrstur til að hljóta sæti þá Andrés Ingi Jónsson,
en hann fær sæti númer 36. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir hlýtur sæti númer 40. Ágúst Bjarni Garðarsson hlýtur sæti númer 20. Ásmundur Friðriksson hlýtur sæti númer 23. Ásmundur Friðriksson númer 23. Ásthildur Lóa Þórsdóttir hlýtur sæti númer 52. Berglind Ósk Guðmundsdóttir fær sæti númer 25. Nú spurning hvort að ritari hefur ritari búinn að taka niður það sem Já. Og það þá Berglind Ósk Guðmundsdóttir númer 25. Birgir Þórarinsson fær sæti númer 18. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir fær sæti númer 27. Bjarni Jónsson fær sæti númer 14. Björn Leví Gunnarsson fær sæti númer 10. Já. Var Sigmundur búinn að fá númer 10? Forseti biður þingmenn að hinkra andartak meðan að athuga þeir með bókhaldið. Forseti, þar sem það hafur orðið ruglingur á kúlum í kassanum, þá ætlar forseti að gera hlé á þessum fundi í 5 mínútur þannig að það sé hægt að leiðrétta þennan misskilning sem hér hefur komið upp. Fundi er frestað í 5 mínútur.
Fundi er framhaldið á Alþingi og við höldum hér áfram með úthlutun sæta og forseti biðst velvirðingar á því að hafa verið fullfljótur á sér hér í fyrri liðum, en þegar ruglingur var milli kassanna þá blönduðust saman kúlur sem vísa til sæta sem þegar voru komnar í umferð, þannig að útlit var fyrir stund að tvímenna þyrfti í sum sætin, en sem betur fer þá náði einhver klókur þingmaður að vekja athygli á þessu. En til þess að gera þetta nú allt saman rétt þá látum við það standa sem áður var komið varðandi formenn flokka og formenn þingflokka, en við verðum að hefjast handa að nýju við að hluta til sæti annarra þingmanna og verð ég að byrja þá að nýju á Andrési Inga Jónssyni og að þessu sinni þá hlýtur hann sæti 43. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir fær þá sæti númer 48. Ágúst Bjarni Garðarsson sæti númer 49. Ásmundur Friðriksson fær sæti númer 51. Ásthildur Lóa Þórsdóttir fær sæti númer 22. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sæti númer 23. Birgir Þórarinsson fær sæti númer 53. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sæti númer 41. Bjarni Jónsson sæti númer 16. Björn Leví Gunnarsson fær sæti númer 54. Bryndís Haraldsdóttir sæti númer 25. Diljá Mist Einarsdóttir sæti númer 19. Eyjólfur Ármannsson fær sæti númer 32. Gísli Rafn Ólafsson sæti númer 42. Guðbrandur Einarsson sæti númer 6. Guðrún Hafsteinsdóttir sæti númer 12. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir sæti númer 55. Halla Signý Kristjánsdóttir fær sæti númer 52. Haraldur Benediktsson fær sæti númer 35. Hildur Sverrisdóttir fær sæti númer 37. Jakob Frímann Magnússon fær sæti númer 46. Jódís Skúladóttir fær sæti númer 36. Jóhann Friðrik Friðriksson sæti númer 39. Jóhann Páll Jóhannsson sæti númer 17. Kristrún Mjöll Frostadóttir sæti númer 3. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir sæti númer 28. Líneik Anna Sævarsdóttir sæti númer 38.
Njáll Trausti Friðbertsson fær sæti 47. Oddný G. Harðardóttir fær sæti 40. Sigmar Guðmundsson fær sæti 34. Stefán Vagn Stefánsson fær sæti 20. Tómas A. Tómasson fær sæti 14. Vilhjálmur Árnason fær sæti 30. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir fær sæti 33. Þórarinn Ingi Pétursson fær sæti 4. Og Þórunn Sveinbjarnardóttir fær sæti 9. Og vona ég nú að allir hafi fengið úthlutað sæti og ekki nema einn í hverju sæti. Birgir Ármannsson hlýtur sæti 31 og þá lokið að hluta til sæti þingmanna. Dagskrá þingsetningar fundar nú tæmd. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Hann verður í kvöld og hefst klukkan 19:30. Þá flytur hæstv. Forsætisráðherra stefnuræðu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fram fara umræður hana. Umræðunni verður útvarpað og sjónvarpað. Fundinum slitið.